Forsætisráðherra fagnar fjárfestingum kínverska auðmannsins sem hyggst kaupa Grímsstaði á Fjöllum og segir hræðslu við útlendinga óþarfa. Forsætisráðherra fagnar fjárfestingum kínversks auðmanns í íslenskri ferðaþjónustu og segir hræðslu við útlendinga tilefnislausa. Kínverjinn Huang Nupo vill eignast Grímsstaði á Fjöllum og verja jafnvel 20 milljarða króna til hótelbygginga hérlendis en þar til þess samþykki stjórnvalda. Jónas Margeir Ingólfsson innti ráðherrum afstöðu þeirra. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda. Við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Við erum með sterkt regluverk í kring og svona, ef þú mér að minnast á Kínverjan sem að ég tel að sé nægilega traust, þannig að sé engar hættur þarna á ferðinni, en auðvitað förum við vel yfir þetta mál, en mér finnst þetta mjög ánægjulegt að við séum að sjá þarna innspýtingu í atvinnulífið. Umhverfisvæn ferðaþjónusta eins og þarna er á ferðinni, mjög jákvætt. Hver er þín afstaða í því? Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og maður tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjan. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. Jón lýsti þó engri afstöðu til málsins. Yfirlýsingar tveggja annarra ráðherra Vinstri grænna, Svandísar Svavarsdóttur og Ögmundar Jónassonar, benda til að þau tortryggi áform Kínverjans. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Eins og ég segi, við erum með sterkt regluverk í kringu þetta, skoðum þetta máli þetta vel og förum yfir það, en við eigum ekki að vera hrædd við útlendinga, það er einmitt að hjálpa okkur að byggja hér upp hagvöxtinn, við þurfum á því að halda. Svo hér er engin hætta á ferðinni? Engin hætta á ferðinni. Forsætisráðherra fagnar áformum kínversks fjárfesti sem vill reisa luxushótel á Grímsstöðum á Fjöllum. Ekki megi hræðast erlenda fjárfesta sem vilji fara í uppbyggingu hér á landi. Forsætisráðherra segir að vinna í eins og hægt sé með útlendingum sem vilja fjárfesta hér á landi til að auka hagvöxt. Í landinu sé traust regluverk svo ekki sé ástæða til að óttast fjárfestingar útlendinga. Töluvert hefur verið rætt hugsanlegar fjárfestingar kínverska fjárfestisins Huang Nupo á Grímsstöðum á Fjöllum. Huang, sem hefur meðal annars gegnt embættum innan kommunistaflokksins í Kína, segist tilbúin að greiða 1 milljarð íslenskra króna fyrir jörðina. Huang hyggst reisa glæsuhótel á Grímsstöðum, en til að þær fyrirætlanir verða að veruleika þarf hann samþykki stjórnvalda sem virtust nokkuð jákvæð gagnvart hugmyndunum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda, við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Ríkið á fjórðungshluti í Grímsstöðum, en landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið sér eignarhlutin fyrir hönd ríkisins. Hvernig líst þér svona á þessar hugmyndir sem hann hefur viðrað uppbygging á þessu svæði? Ég vil ekki tjá mig það, ég hef ekki séð þessi plönana, þess að bara hefði heyrst í fréttum. Ráðherra segir að enn hafi engin formleg fyrirspurn borist ráðuneytinu vegna málsins. Nú þekki ég ekki þannig Kínverja og maður tala hann eins og hann sé einhver eini Kínverjan. Ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. En ég hef ekkert fyrir hann þennan mann að segja, en málið er á mínu forræði hvað jarðirnar þarna varðar og hluti ríkisins þar, og ég mun fara í gegnum það mál á þeim forsendum. Jóhanna segir að í landinu sé nægjanlega traust regluverk til að koma í veg fyrir að fjárfesting útlendra fjárfesta hér valdi vandkvæðum. Efasemdir Huang og áform hans séu tilefnislausar. Við eigum nú ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust. Kínverski fjárfestirinn Huang Nupo sótti í dag formlega undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Ekki er ljóst hvernig viðskipti félagsins hafa gengið utan Kína. Innanríkisráðuneytinu barst nú síðdegis umsókn frá Songkun Group, félagi í eigu kínverska fjárfestisins Huang Nupos, að fá undanþágu frá íslenskum lögum til að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Kínverski fjárfestirinn Huang Nupo hefur falast eftir að kaupa rúmlega 30.000 hektara land sem tilheyrir Grímsstöðum á Fjöllum. Innanríkisráðherra sagði fyrr í dag að málið yrði skoðað óháð þjóðerni hugsanlegs kaupanda. Ég veit ekki hvað það er sem vakir fyrir þessum kínverska einstaklingi og ég ætla ekkert að gefa mér í því efni. Ég vil almennt halda utanum hagsmuni Íslendinga og passa upp á okkar land og ekki kyngja neinu ómeltu. Ekki er fengið staðfest hver umsvif Nupo eru bæði innan og utan Kína. Á vefsíðu Songkun Group eru tilgreindur rúmlega 40 dótturfélög sem öll tengjast fasteignum, ferðamennsku, tennisklúbbum og öðrum tómstundaiðkunum. Félagið virðist eiga nokkur hótel en erfitt er að henda reiður á hvað er búið að byggja og hvað er í bígerð. Á vefsíðu félagsins eru engar upplýsingar eigendur, fjárfesta eða afkomu.
Innanríkisráðherra segir að þetta mál eigi að vera tilefni til að endurskoða auðlindalöggjöfina. Skiptir eignarhald á Íslandi engu máli? Ég held að geri það og þá ég fyrst og fremst að horfa til auðlindina en ég líka að horfa til náttúru landsins. Við viljum ráða því hvernig farið með okkar land. Þess vegna skiptir eignarhald máli. Erlendir fjölmiðlar fjalla töluvert kaup Hwangs Nubó á Grímsstöðum. Þar skín í gegn að kínverskir fjárfestar njóta takmarkaðs trausts á Vesturlöndum og margir óttast einhvers konar ráðabrugg kínverskra stjórnvalda. Kínverji vill kaupa Ísland. Eitthvað á þessa leið þorri fyrirsagna erlendra fjölmiðla sem fjalla af áhuga áform Hwangs Nubó. Breska blaðið Independent slærði upp að hugsanlega séu kaupin á Grímsstöðum til þess að búa í haginn fyrir nýja umskipunarhöfn á siglingaleið sem opnast með bráðnun ís á pólnum. Kínverjar vilji tryggja sér yfirráð á þeirri siglingaleið og hafi lýst áhuga sínum á samstarfi við Íslendinga. Hugsanlega sé þetta hrein ógn við sjálfræði og sjálfstæði Íslands. Afskipti Hwangs bendi til þess að verkefni njóti blessunar stjórnvalda, enda sé hann innsti koppur í búri kommunistaflokksins. Fyrirtæki hans, Zhongkung, sé eitt stærsta ferðamálafyrirtæki Kína og hafi umsjón með helstu ferðamannastöðum landsins. Þess vegna sé vísa til þess að verkefnið á Íslandi sé aðferð til þess að tryggja Hwang í sessi sem ferðamálafrömmuður. Sjálfur blæs Hwang á allar þessar kenningar í viðtali við kínversku ríkisfréttastofuna Xinhua. Hann ætli sér að reisa hótel með golfvelli og alls konar útivistaraðstöðu og eina ástæðan sé sú að hann hafi trú á verkefninu. Þótt arðurinn kunna láta á sér standa til skamstíma muni ægifagurt landslagið án efa draga ferðamenn þangað. Og þótt hann hafi starfað fyrir kommunistaflokkin sé langt síðan þeim starfa lauk og hann hafi verið afar lágt settur. Þýska fréttaritið Spiegel var bara fram spurningunni hvort Íslendingar séu ofsóknarbrjálæðir eða eigi að hafa varan á sér og niðurstaðan sú að rétt sé að velta áhuga Kínverja vel fyrir sér. Þeir fjárfestum allan heim og láti ekki síst til sín taka í ríkjum sem standi höllum fæti, eins og Ísland. Kínverskir fjárfestar hafi til dæmis keypt höfnina í Píreus í Greiklandi og stóran hluta í stærstu hótelkeðju Spánar. Fótfesta á Íslandi gæti auðveldað Kínverjum að fóta sig á norðurskautinu.